Komið í sæl. Nú getur mörgum brugðið í brún að hafa ekki Kalla. Þetta ég Kjartan. Ég hef tekið yfir þáttinn í dag. Með mér Lenja Rún, varaþingmaður Pírata, lögfræðinemi með meiru. Hvernig hefur það? Ég er bara hress, takk fyrir að fá mig. Já, takk fyrir að koma hingað. Pírati mætir í podcast hjá ungum sósíalistum. Það hefur núna getið kannski mörgum brugðið í brún. Já, það hefur kannski ekkert farið fram hjá mörgum að stundum eru ákveðnir aðlar, innan þessara tveggja flokka, í einhverjum svona málefnalegum deilum. Já. Og eitthvað svoleiðis, en við unga fólki við skiptum okkur ekki af. Nei, ungt fólk getur kannski staðið þéttar saman óháð flokkslínum þar sem við berjumst í mjög svipuðum hagsmunum. Algjörlega, ég samla því. Hagsmunabaráttu, þú fórst erlendis daginn. Það gerði ég. Kíktir á stöðuna hjá Kúrdum. Já, ég fór bara að heimsækja heimlanda mitt, Kúrdistan. Það var bara mjög næs. Núna held ég að mörgum getur dottið í huga að það væri einmitt svolítið hitað ástand. Já, já. Eins og hefur oft verið, en eins og staðan til dæmis núna í Sýrlandi og hefur verið að undanfarinu. Þá Íran líka komið mjög undarlegar aðstæður varðandi mótmæli ungs fólks, kvenna sérstaklega. Byrjaði það ekki einmitt í svæðum sem að hafa ekki Kúrdar bara mjög virkir í þessari mótmælaöldu? Jú, þetta náttúrulega bara byrjaði þannig að ung stúlka, Mahsa Jina Amini, 22 ára, sem sagt frá íranska partinum í Kúrdistan. Því að Kúrdistan sem sagt skipti í fjórhluta og verið með Sýrland, Tyrkland, Írak, þar sem ég frá, þar sem ég var, og svo Íran. Hún á heima í íranska partinum í Kúrdistan, fór til höfuðborgarinnar í Íran í frí, Teheran, fór þangað í frí og var sem sagt drepin af siðgæðislögreglunni þar fyrir að hylja hárið sitt ekki nógu vel með slæðinu sinni. Og eftir að það gerðist, þá bara byrjuði mótmælin í íranska partinum í Kúrdistan, það sem við kallum Rojhalat. Þau byrjuði þar, stigmögnust, breyttust yfir bara allt Íran greinilega og þegar ég var þarna úti þá var þetta bara komið á svona hápunktinn. Þetta var svona rétt áður en það var lokað fyrir netið og ég náttúrulega bara, ég bara þurfti einhvern veginn að vera lengur. Ég breytti, fluginu mínu og ákvaði að vera lengur, ákvaði bara reyna að leggja baráttuna til liðs, eða í lið, ég veit ekki alveg. Og svo hefur þetta bara farið eins og þetta hefur farið. Bara, þetta er ekkert að skána. Ég hef séð tvær mjög andstæðar myndir. Eina af þeim íranski herinn að senda eldflaugar á þorp og bæi í kúrdíska svæðinu sínu. Já. En svo ég líka búin að sjá nýlega mynd þar sem að þeir tóku Gínu, dressan upp sem Íman og hengdana á hraðbraut. Staðan núna eftir að ég slökkt á netinu, vitum við eitthvað hvað að gerast, hverju næstu skref verða? Getum við búist í því að ríkisstjórnin muni bara ná að berja þetta niður eins og hún hefur oftast náð að gera síðan 1979? Getum við búist í því að það komi önnur bylting? Hver eru líkunar, eða hverna sagfræðilega séð út frá baráttu Kúrda og baráttu fólks í Íran fyrir réttlátra samfélagi? Hvert getur þetta farið? Já, ég meina, það gæti náttúrulega verið ágætislaust fyrir klerkastjórnina bara til þess að segja af sér, en það er ekki fara að gerast. Við sjáum alveg, að það er að færast
ennþá meira harka, bara dag eftir dag í mótmælin af hálfu mótmælenda. Ákallin þeirra að vera skýrari, örvæntingafyllri, háværari, á meðan að ríkisstjórnin bara ekkert að bakka niður og þau eru að beita meira hörku gagnvart mótmælendum og meira ofbeldi. Þannig að sko meðan við sögu klerkastjórnarinnar og ef við berum þetta saman við fyrri mótmæli, sem mótmælin 2009, bara til að nefna dæmi, þá líður mér eins og það sé ekki mikil breyting að fara að gerast. Jú, kannski mögulega þau að fara að koma til móts, að einhverju leyti við íbúa Íran og hætta hlutar svona rosalega mikið til í daglegu lífi fólks, en ég held að það sé engin stór breyting að fara að eiga sér stað og jú, það er rétt hjá þau eru búin að vera að skjóta á og sprengja upp sem sagt kúrdísk þorp í Íran og hafa verið að gera það núna í 2 vikur samfleytt. Margir almennir borgarar hafa dáið. Þau hafa meðal annars sprengt upp skóla, grunnskóla, mörg börn særðust þar sem er alltaf bara stríðsglæpur. Þau segjast fyrir að skjóta höfuðstöðvar einhvers stjórnmálaflokks í Kúrdistan. Það er miklu skárra. Einmitt, ég er bara svona, ok, ég fordæmi ofbeldi af öllu tagi, en út af því að þetta kemur mér ekki við, skilur einhverja deilur milli stjórnmálaflokka, þá get ég eiginlega ekki lagt mat á það hvort þessi rétt eða ekki, en leið þú ert farin út í það að skjóta á grunnskóla og sprengja upp grunnskóla og almenna borgara og targeta svæði þar sem að það engar höfuðstöðvar stjórnmálaflokka, þá ertu bara komin út í stríðsglæpi og það þarf að fordæma þetta og það þarf að gera eitthvað í þessu, en heimurinn hefur alltaf verið rosalega svona, við eiginlega svona nennum ekki að skipta okkur að þessu þegar að kemur að miðausturlenskum átökum og því að þetta bara svona snertir okkur ekki, sérstaklega ekki Vesturlöndin, við bara tengjum ekki við þessi átök og við tengjum ekki við þessar reglur og við tengjum ekki við þessa byltingu, bara við tengjum ekkert við það að ríkisstjórnin sé að segja okkur hvernig við megum klæða okkur og hvernig við megum að hafa okkur úti og hvað megum ekki gera þannig sé í daglegu lífi. Já, manni finnst stundum eins og það sé aðalega bara gaumur gefin að þjáningum fólks á Miðausturlöndum þegar vesturveldin var að ráðast inn í eitthvað sérstætt ríki. En núna eins og til dæmis voru Kúrdar mjög virkir í að berjast gegn Íslamska ríkinu og bandarískir herforingjar hafa sagt bara við hefðum ekki náð þessum árangri að það hefði ekki verið fyrir Kúrdana. Svíþjóð og Finnland hafa sendt þeim hergögn. Eru Kúrdar má segja þessi búið að stinga á í bakið af vesturveldum? Já. Okay. Því miður. Það er eitthvað sem allir Kúrdar segja. Þetta er sem sagt bara svona baráttur línan okkar og þetta er rosalega dramatískt, en það er svona alveg eitthvað til í þessu. No friends but the mountains, út af því að við komum frá fjöllunum og eitthvað svoleiðis, út af því að öll lönd sem hafa verið vinir okkar eða samherjar eða eitthvað svoleiðis, hafa alltaf bara endað á því að stinga okkur í bakið. Ég meina, átökin 2019 í norðaustur Sýrlandi, sem er kúrdíski hlutin í Sýrlandi, þetta voru náttúrulega bara Bandaríkin að gefa grænt ljós á morð á almennum borgurum og svo núna til dæmis þetta með inngöngu Svía og Finna í NATO, það var bara gengið að skilyrðum Tyrklands sem að voru bara í eðli sínu frekar fasísk einhvern veginn og þetta setur auðvitað fordæmi til frambúðar þegar það kemur að öðrum löndum eða inngöngu annarra landa í NATO. Ég meina ef að Tyrkland hefur svona ótrúlega mikil völd yfir þessu bandalagi, hvaða skilyrðir er að fara að setja fyrir næsta land. Þannig að, já, einhvern veginn þá verða Kúrdar alltaf undir. Kúrdar er að verða undir í Íran og konur líka stærri mengi og þín greining er þá bara því miður að einmitt núna er ríkisstjórnin í Íran bara orðin of góð í að brjóta fólk niður. Já. Til þess að sé hægt að búast því að þetta verði eitthvað svona nú tökum við á vestrænt frjálslynt lýðræði í Íran. Einmitt. Þetta verður bara kannski örlítið skárra í eitthvað tímabundið ástand í besta falli. Já,
Ég meina, ég náttúrulega líka bara meða við söguna, þú veist, ég veit ekkert hvað ríkisstjórnin stendur, ég meina, þú veist, þau gafu út yfirlýsingu að þau séu að fara að koma fram við mótmælendur eins og hvað, glæpamenn eða stríðisglæpamenn eða eitthvað þannig, en sagan hefur einmitt bara sýnt sig að íranska ríkisstjórnin, klerkaveldið eða stjórnin, whatever, þau bakka bara ekkert niður. Og það er ég smá svona, þetta bara einhver svona pissukeppni hjá þessum ráðherrum og hvað heitir þetta, forsenda, hvað sem hann kallar sig í mann. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé líka smá svona stolt, bara nei, við ætlum ekki að bakka niður á móti skítuga almúganum. Þetta er bara svona viðhorfi sem ég að fá frá þeim, einhvern veginn. Ef við ætlum að færa okkur yfir kannski nær okkar heimahögum, talum talsvert saklausari málefni, pissukeppni, hroki, bankasalan. Það er bara svolítið gaman. Já. Núna fjármálaráðherra búin að fá skýrslunum sjálfan sig afhenta á undan okkur skítugu alþýðunni. Hvernig þessi umræða búin að vera á þingi? Ég myndi giska hún hafi einkennst af einhverjum hroka. Já, svo sem, en málega þú veist að hefur svo sem engin umræða verið tekin þetta á þingi út af því að skýrslan náttúrulega bara ekkert komin fram. Þegar hún kemur fram? Já. Hvernig heldur að umræða muni þróast? Það fyrirsjánlegt? Verður einhver sjokkar? Munum við læra eitthvað nýtt í skýrslunni? Sko, ég held að það fari bara alfarð eftir hvað kemur fram í skýrslunni. En ég held sko að þó svo að eitthvað fishy hafi átt sér stað við þessa bankasölu, það mun ekki skapa eitthvað geðveikt mikið sjokk. Og líka sko ef að ekkert fishy hefur gerst við bankasöluna og ríkisendurskoðandi og fjármálaeftirlitið eru bara eitthvað herði, ok, þetta var allt í góðu. Það mun heldur ekki skapa sjokk, en bæði mun sko skapa umræði. Þetta mun bæði skapa umræði og svo líka sko eitt annað skrítið, ég veit ekki hvort það sé planið, en mér minnir að planið hafi verið í byrjun sko að fjármálaráðherra flytji þessa skýrslu sjálfur inn á þingi. Já. Sem svolítið skrítið. Það kannski mögulega búið að breyta því, ég veit það ekki. Píratar hafa verið mjög virkir í þessar umræðu. Og með þeim þá kannski Jóhann Páll líka sérstaklega. Hvernig finnst ykkur þetta, og núna spyr ég eins og eða þú veist, eins og svona ákveðin Rispi Plata, hvernig það að vera sá flokkur sem að talar hvað mest á þingi gegnsæ ríkisstjórn, opna stjórnar, svona, gagnrýna hugsun og lýðræði og svona þessa svona hluti sem að maður tilur að ætti að vera svolítið sjálfsögð krafa hjá öllum flokkunum. Hvernig fellur þetta inn í ykkar jarðveg með svona fyrri reynslu af einhverjum hrapaföllum hjá fjármálaráðherra eða meir hlutunum núna? Sko, það að vera þreytt á þessu? Þið byrjað að sætta ykkur við þetta? Guð minn góður, nei. Ég held að bara fyrst það þessi bankaskýrsla, það þessi bankasala fór fram og svo kom allar fréttirnar hvað hefði átt sér stað og hverju fengu að kaupa hlut í Íslandsbanka og eitthvað þannig. Þú veist, ég var bara, hvað í andskotanum að gerast? En svo aftur á móti, þú veist, þá höfum við séð svona spillingar tilvik áður, þú veist, eins og til dæmis með Samherjamálið og bara alls konar aðra hluti sem hafa gerst, sem hafa meira þess að sprengt upp ríkisstjórnir. Og ég ég veit það ekki, þú veist, erum við orðin svolítið samdauna ömurlegum stjórnarháttum ríkisstjórnar hér á Íslandi? Þú veist, erum við einhvern veginn svona desensitized fyrir þessu? Eru að tala þjóðina? Já, þjóðin og svo náttúrulega líka bara stjórnarandstaðan. Bara út af því að stjórnarandstaðan, hún á að veita aðhald sko, og hún gerir það. Máli það er bara búið að taka svo mikið að tækjum og tólum frá
stjórnarandstöðunni. Sem sagt, við erum ekki með neina formennsku í nefndum nema stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd og málin okkar komast varla á dagskrá og þau eru eiginlega aldrei samþykkt. Ef eitthvað mál kemur frá stjórnarandstöðunni þá vitum við svona, þetta verður örugglega ekki samþykkt. Já. Og ég er bara svona að pæla, er þetta hvernig lýðræði á að virka? Og líka bara, eftir bankasöluna, það sáu ég náttúrulega bara á könnunum, bara, fylgið og traustið til ríkisstjórnarinnar er bara búið að minnka rosalega mikið og þá pæla maður sko í umboðslitunum þegar það kemur að lýðræði og ég veit það ekki. Þarf ekki að gera eitthvað í þessu, jafnvel þá segjum svo að það sé ekkert refsivert sem átti sér stað í bankasölunni. Segjum svo, að bara alltaf hefur verið í góðu, þetta var allt bara samkvæmt lögum, fjármálaráðherra gera engin mistök, en samt skilur þá er traust þjóðarinnar gagnvart þér sem ráðherra, fjármálaráðherra búið að minnka rosalega mikið. Ber þér ekki skylda til þess að, ég veit ekki, segja þér? Mögulegt. Þú skrifaði nefnilega svo skemmtilega grein í Orator. Já, lestu það? Ég kíkti, sko, og ég er lögfræðinemi sjálfur, þannig að það sjálfur hrein, það er ekki þá komið fram, sko. En þú talaðir að væri tvíræði. Já. Og talaðir þá sérstaklega einmitt hvernig meiri hlutin hefði tekið minnihlutan úr nefndum út af því að þið voru ekki nógu þæg. Hvað þarf að gerast, og svo spurður einmitt hvað þyrfti að gerast til þess að breyta þessu. Er einhverja lausnir, fyrir utan kannski það fyrsta sem þetta til hug eftir að lesa það sem þú talaðir svolítið ráðherraræðið, að núna væru ráðherrar með framkvæmdavaldið og löggjafarvaldið og væru oftast hæst settustu einstaklingarnir í flokknum sínum. Er einhverja lausnir í boði það fyrsta sem myndi trúið stjórnarskrárbreytingar? Já, stjórnarskrárbreytingar, en svo náttúrulega líka það er bara nú þegar í annarri grein stjórnarskrárinnar, bara að hér ríkir þrískipting, bara að við erum með framkvæmdavaldið, við erum með löggjafarvaldið og svo erum við með dómsvaldið. Fyrsta skrefið væri til dæmis að ráðherrar væri ekki þingmenn. Þeir myndu þá bara, víkja af þingi og myndu þá bara sinna ráðherra hlutverkinu sinni í staðinn. Þannig gæti löggjafarvaldið haft fullt eftirlit með framkvæmdavaldinu og aðhald eins og þetta á að vera. Og svo náttúrulega bara, út frá, stjórnskipulegum pælingum varðandi nefndirnar og eitthvað svoleiðis þá finnst mér auðvitað bara eðlilegast að það er bara skiptissu skilur 50-50 bara hver fær formennsku í nefndum bara meiri hlutin í helmingi og bara stjórnarandstaðan í helmingi nefnda bara út af því að hvernig er hægt að hafa aðhald með framkvæmdavaldinu ef að við höfum ekkert vald inn að nefnda því þar fer svona aðalvinnan fram basically, bara það er verið að lagfæra lagafrumvarp og þingsaltinu umræður fara fram og tilbaka og eitthvað þannig svona, við gætum actually byrja að fara til stjórnarskránni meira þess að núverandi eins göllu hún er þá er kveðið án þrískiptingu og svarið sem ég fæ alltaf er bara eitthvað, já, undir stjórnskipunarvenja að ráðherrar séu líka þingmenn en stjórnskipunarvenjur vega samt ekki hærra heldur en stjórnarskrárákvæði. Og þetta er slæm venja. Þetta er slæm venja, í alveg tala. Þetta býður bara upp á geldingu fyrir löggjafarvaldið og bara minna eftirlit sem að löggjafarvaldið getur haft með framkvæmdavaldinu og svo finnst mér það bara kjaftaði, að bara einu frumvarpin sem að fara í gegn og einu máli sem fara í gegn eru frá ráðherrunum sjálfum. Já. Þau taka upp eiginlega bara mest allan tíma þingsins, finnst mér. Það sem að ráðherrarnir að segja sjálfum sér hvað þeir vilja gera. Já, og líka bara, ferlið allt, að því að, segjum svo að það sé verið að leggja fram lagafrumvarp, það þarf að fara í gegnum 3 umræður og svo líka í nefnd og eitthvað þannig, út af því að þetta eru ráðherrar sem eru að leggja þetta fram, þá, fer þetta allt í gegn, skilurðu, í þessar 3 umræður og svo þetta náttúrulega, tekur fólk til máls og þetta fer í umræði í nefndum og þetta fer í atkvæðagreiðslu, að meðan að mál minnihlutans til dæmis, bara stjórnarandstöðunar, þetta fer ekkert í 3 umræður. Er þetta svæft þá í fyrstu umræðu eða? Aðalega í nefnd. Já, þetta er svæft í nefnd. Já, og þá einmitt sem eru meirihlutastjórnar. Nákvæmlega. Vá. Þá kemur inn nefndaformennskan. Vá, hvað þetta er hentugt. Ég veit það. Ég hugsa núna mikið
nokkuð svona, hver er frægustur lagafrumvarpið sem er í gangi núna? Jón Gunnarsson. Hann er með nokkuð skemmtileg. Hann er með nokkuð góð, skemmtileg, hann er með nokkuð athyglisverð. Einmitt. Svo hérna var talað á þingi núna hann Sigmar hjá Viðreisn. Mér átti svolítið góða punktur í honum, hann sagði sko að framsókn er í rauninni út í að hann Sigurður Ingi að hann þarf að taka afstöðu til útlendingafrumvarpsins. Finnst það líka svona útlendingafrumvarpið. Þetta er eitthvað svo rosalega mikil fjarlæg sett á þetta fólk. Já. En óháð aesthetikinu á því, hann talaði að það væri framsókn neitar að taka skýra afstöðu. Þú fær alltaf 3 hliðar á öllum málum. Já. Frá meirihlutanum sem með 3 sitt hvora skoðanir. Já. Aldrei en ákvörðun sérstaklega tekin. Hvaða mál eru það? Núna er ég bara að spyrja svolítið einlægum áhuga. Hvað hefur ríkisstjórnin gert sem er þess virði að ræða fyrir utan skandala? Vá, þetta er alveg góð spurning. Er það að tala um á þessu kjörtímabili? Undanförnum 2 sko fyrir utan COVID. Já. Það er alveg sko nokkri góður hlutir sem að fara í gegn eins og frumvarpið kynrænt sjálfræði. Ég held að Katrín Jakobsdóttir hafi lagt það fram. Sem ráðherra. Já, sem ráðherra. Einmitt. Og svo, guð minn almáttur, ég er bara alveg blank akkurat núna. Já. Alveg blank. Þau komu í gegn nýrri kosningalöggjöf núna í fyrra sem að tók gildi held í 1. janúar, kosningalögin. Er þetta touchy subject fyrir þig? Smá trigger warning sko. Já, ég þarf trigger warning þegar við tölum kosningar. Já, förum í þær bara leið búin. Einmitt. Bara í alveg, ég man það ekki. Þú veist, þau hafa alveg gert eitthvað held ég, bara þú veist, ég man ekki eftir þeim. Nei. Ég held að það sem að enginn þessa ríkisstjórn er einmitt bara óánægja. Hjá mér allavega. Já, ég er ekkert eitthvað ógeðslega sáttur með hana. Við hjá sósíalistum erum ekkert í skíunum heldur. Nei. En og svo er náttúrulega held ég allir í ríkisstjórninni ekkert í skíunum heldur. Nei, ég held að ríkisstjórnin þoli ekki hvort annað. Þú veist, það er allan að væpi sem ég er að fá sko. Já, mér finnst mjög skrítið að náttúrulega all dýrin í skóginum eiga að vera vinir sko. Það er vissulega rétt. Þú veist, við erum með sko Sjálfstæðisflokkinn sem segir eitthvað eitt, svo fer Katrín í fjölmiðla og er eitthvað, nei, við erum ekki sammála þessu, ríkisstjórnin er ekki á þessari línu, við höfum ekki rætt það innan ríkisstjórnarinnar. Svo er framsóknarnar bara eitthvað, bara riding along, skilur við, in for the ride. Já, það eru komið nóg mikið að skoðunum og deilum við ætlum ekki að bæta. Já. Einmitt. Kosningalöggjöfin. Núna er mál hjá Mannréttindadómstól Evrópu. Ég held að tímaramminn sé að við fáum hálft ár núna áður og fáum okkur niðurstöður svona cirka bát. Meirihluti þingsins samþykkti sína eigin kosningu. Já. Sem að meðal annars leiti til þess að þú mistir alla von að komast inn á þing sem aðalþingmaður. Hvað er málið með það? Ég veit að þetta er gömul venja að löggjafarvaldi staðfesti sínar eigin kosningar. Þetta kemur frá tímabilið sem að dómsvaldi var ekki nógu öflugt til þess að geta gert svona hluti. Og ef að þingið ætti ekki að staðfesta þetta sjálft, þá myndi kóngurinn þurfa að gera það. Og þetta er svona á þessum tíma sem að við þurfum svona að geta opprettað án hans. Meikar þetta, kosningakerfið á Íslandi, er það ekki líka í rauninni svolítið spes? Eða þú veist, hvernig verkferðlar eru kannski stundum ekkert endilega alltaf í lagi og þeim er ekkert endilega fylgt eftir endilega heldur eins og við sáum í þessum smærri utanbæjar rangt farið að því að innsigla. Já. Algjörlega. Sko, til dæmis, ef við byrjum á hérna með því að þingmenn staðfesti sitt eigið kjör, þetta bara sýna fram á, þú veist, hvað við þurfum nauðsynlega á stjórnarskrárbreytingum að halda, af því að það er bara farið eftir stjórnarskrár þarna. Það er bara kveðið á það í 47. grein stjórnarskrárinnar, minni mig, bara þingmenn staðfesti sitt eigið kjör. Og ég bara svona, þú veist, ég held að stjórnarskrárin hafi ekki anticipatað eitthvað svona stjórnskipulegt fokkelsi eins og átti sér stað núna í haust, eða síðasta haust. Þannig að, þú veist,
nú allan að fyrsta máli komið upp sem að þú veist, sýnir fram á það hvað við þurfum rosalega mikið að breyta mjög mörgum ákvæðum innan stjórnarskrárinnar og svo varðandi innsiglunina og bara hvernig var farið að því að hvernig var farið bara með kjörgögnin. Ég veit ekki hvernig ég á að svara sér, sko. Ég á ekki orð. Já, þetta var líka kannski minna bara svona spurning, þetta var meira bara svona almenn uppgjafar romsa hjá mér. Já. Mannréttindadómstóllinn er klárleg, er hann líklegur til þess að koma með eitthvað hot take á þetta dæmi? Þú veist, já, mér finnst alveg líklegt, sko. Ég veit ekki, ég get ekki alveg sagt til það, en þú veist, það að þetta sé tekið fyrir strax sem mannréttindadómstólnum segir alveg svolítið mikið bara umfang og eðli málsins út af því að þetta var alveg stórt. Þetta er náttúrulega grundvöllur lýðræðisins og getum treysti að kosningum sé hlýtt. Já, algjörlega, og bara þú veist að við treystum niðurstöðum kosninga og það er bara svona, þú veist, ég er búin að fá svo mörg skilaboð og bara fullt af fólki búið að tala við mig eftir þetta sem ég þekki ekki neitt, sem eru bara eitthvað, já, ég ætla ekki að kjósa aftur eftir þetta. Og ég er bara svona, oh my god, þú veist, það er að versta sem þú getur heyrt sem stjórnmálamaður, bara, ég ætla ekki að kjósa. Vinna mín! Nei, skila nauðu. Já. Það er náttúrulega þau tínast eða eitthvað, ég veit ekki. Svo erum við komin á stað núna þar sem að mér finnst umræðan þessi kosningalög, það var svolítið kipt, það var svolítið bara sópað undir teppið. Já. Það voru sett einhver afturvirk lög að bráðabirgðalög, var það ekki? Jú, svo sagt, það blanda saman tveimur lagabálkum, minni mig, lög kosningar til Alþingis og svo lög sveitarstjórnarkosningar, svona blanda þessu tveimur saman til þess að ná yfir íbúakosningar, minni mig. Flott. Já, það var mjög gaman. Þetta var það sem ég fjallaði í BR-ríkjunum minni og mjög vandrarlegt, ég mun ekki eftir þessu akkurat núna. Ops. Já, en það voru sett á, þú veist, einhver svona lög til bráðabirgða og ég man ég mér tók til máls í þessu, í þeim lið, þú veist, ég var inn á þingi þegar það var samþykkt þetta og eitthvað þannig. Og bara það að við séum að grípa til einhver svona bráðabirgða Shitfixes. Já, það er að kemur að einhverjum svona ótrúlega stórum hlut og mikilvægum hlut eins og kosningum. Það bara einhvern veginn svona sýnir hvað, by the way, þú veist, bæði þessi ríkisstjórn er óundirbúin fyrir einhver svona stór mál og líka bara tökum við lýðræðinu svona óalvarlega þetta. Ég geti raun ekki rifjað þetta upp nógu oft. Ég reyna að hamra á þessu, ég flestum samræðum lýðræði á Íslandi. Já. Ég átti samræður í Amsterdam, sællaminninga, þar sem að ég fekk umræður frá manneskju frá Spáni. Já. Sem var að rifja upp Franco-tímabilið. Já. Og þau umskipti sem átti sér stað þegar hann deyr, það tekur konungur við sem að hann heldur að muni svona viðhalda þessu kerfi sem hann setti upp. Svo er hann bara wildcard og er bara nei, það er bara fínt að hafa lýðræði og bara förum í ESB. Saman tími í Portugal, það var Estado Novo sem var þeirra fasikastjórn, ekki veint á þetta var svipum tímar að þá er ég að tala einhver 10 ár held ég. Já. Og tekur herfóring, þá taka ungir meðlimir hersins yfir og skapa svona velferðarkerfi lýðræði. En hún útskýrir þetta ferli fyrir mér og svo spyr hún hvernig þetta var á Íslandi. Og ég segi henni frá því að í gamla dag áttu allir stjórnmálaflokkarnir fyrirtækin sín, helmingaskipt, það var íhaldið og miðjan. Svo áttu öll sitt eigið dagblað og öll sína einn banka líka. Og það fá sem sagt frá Spánverja sem er með þessi gífurlega þekkingu á fasisma. Hún spyr, já ok, þannig að þið eruð autokrasi. Úff. Og ég get ekki sagt nei. Já, en sko, þú veist, eins og núna, það er náttúrulega bara, það er alveg búið að, svona, takmarka það. Já, hversu mikið er hægt að koma með samsæriskenningu þetta Ísland sé í rauninni flokksræði í dag eftir hrun sérstaklega?
það sem að það náttúrulega varð gífurleg umskipting í hugafæri gagnvart stjórnmálum og sjálfstæðisflokknum og þessu svona núna ekkert lengur jafn heilagt að sjálfstæðisflokkur og Framsókn séu þetta tvíeyki sem í stjórn. Erum við að taka rétt skref í átt að fjarlægjast þetta gamla flokksræði? Erum við að taka skref núna með þennan meirihluta og eftir þar sem að við erum að nálgast hreinna lýðræði, eða erum við kannski á einhverjum stað sem að jafnvel einhver Spánverji með víðtækaþekkingu á Frankóríkinu geti sett eitthvað spurningaverki við? Sko, eins og staðan núna, sko, in theory, þá kerfið okkar gott. Já. Þannig séð, bara þú veist, við eigum að búa við lýðræði, bara þú veist, við erum með þrískiptingu valds og þú veist, það eru bara svona allir með sitt hlutverk og það er eftirlit með þessu valdi og eftirlit með þessu valdi. Flokksræði, sko, út af því að við getum ekki neita staðreyndunum, bara þú veist, síðan að Ísland varð lýðveldi, þá hafa Framsókn og Sjálfstæðisflokkurinn verið í stjórn meirihlutan af, þú veist, þessum ríkisstjórnum sem hafa verið mynduð. Einhver 80% held ég? Einmitt, þú veist, þetta alveg stórt og mikið hlutfall, en það nefnilega málum með lýðræði, þú veist, fólk kýs þau. Þetta meðalgrind þjóð. Þú veist, þetta bara, fólk kýs Framsókn og Sjálfstæðisflokkin, út af því að, þú veist, við kunnum að hafa þau í meirihluta og það einmitt eitthvað sem að mér fannst skilgreina síðust alþingiskosningar, bara þú veist, það var ennþá COVID, fólk var ekki til í svona tilboði í óvissu, þau bara vildu standa við það sem þau þekktu og hafa upplifað áður og það var bara þessi 3 flokkar, veitum þeim bara sem í umboð aftur og bara kjósum þau. Hvað þyrfti til? Út í að núna erum við búin að sjá það að einhverju leyti ég veit ekki með Sjálfstæðisflokkin í heild, en allan að Bjarni Benediktsson skotheldur. Þannig hvað heldur að núna samt alltaf að koma einhverjir brestir, hvort það er ekki endilega frá honum, en það afsakið í minni upplifun sem leikmaður, þá kannski Jón Gunnarsson múið að setja gífurlega pressa á þessa meirihlutastjórn. Já. Virkilega að reyna þolreina á henni. Já. Munu þau endast út kjörtímabilið? Ég spyr stóra spurninga, ég veit fer ekki að þau, sko. Já, algjörlega. Nei, ég var alveg hugsað út í þetta líka, sko. En máli ef það er ekkert búið að sprengja þessa ríkisstjórn núna af öllu sem hefur komið upp, þá efast ég til dæmis útlendingamál eða forvirkar rannsóknarheimildir lögreglu sé að fara að sprengja hana. Þetta er bara, þú veist, þetta er bara þetta völd og sæti og þess vegna, sko, ég hef alltaf sagt þetta. Þess vegna finnst mér að það ætti að setja, sko, takmörk á það hvað þingmenn mega setja lengi. Bara, þú veist, út af því að eftir smá tíma, segjum svo eftir lengur en 2 kjörtímabil, þá byrjar að vera svolítið desensitized fyrir vandamálum fólks og fyrir þörfum fólks, fyrir þörfum sem sagt bara kjósenda og fólks bara út í samfélaginu. Þannig að þú veist, ég held að þetta sé mitt koma út í það, allir sem eru, þú veist, núna í þessum meirihluta, þarna stóru leikmennirnir í þessum meirihluta hafa verið á þingi, ég veit ekki hversu lengi. Bara, þú veist, mjög lengi, þú veist, lengur en 2 kjörtímabil og mér líður bara eins og þau séu orðin svona smá aftengd við raunveruleikann og bara eru einhvern veginn svona, eru bara að gera þetta út af atvinni, þú veist, þau eru stundum atvinnupólitík og eru að gera þetta fyrir völdin og þú veist, ég veit það ekki, það er svona held ég að það sé ekkert að fara að sprengja þessa ríkisstjórn, allavega ekki núna sem fram hefur komið út af því að það að vera í ríkisstjórn er mikilvægara heldur en umboðið og traustið sem að fólk veitir þér. Og hugmyndafræðin svo þú kannski varst með þegar þú byrjaðir. Já, einmitt. Við sjáum það bara beint hjá, þú veist, við sjáum það hjá VG, bara, þú veist, hvað hefur Sjálfstæðisflokkurinn komist upp með mikið í þessu samstarfi, bara síðan þau byrjuðu, 2017, hvað hafa þau komist upp með mikið sem að fer algjörlega á skjön við stefnu VG? Það er alveg mikið. Helling, hvað er VG gert sem fer á skjön við Sjálfstæðisflokkstefnuna? Ekki neitt. Nei, þannig að þau reyndu eitthvað svona smá varandi miðhálendis þjóðgarðinn. Já. En svo var það bara drepið, þau reyndu eitthvað smá varandi nýju stjórnarskrárna,
þú veist, tóku einu umræði eða 2 umræður þetta eða eitthvað, Já, drepið. kom ekki Katrín Jakobsdóttir með eitthvað umhverfis stjórnarskrárbreytingar með hana auðlindir Jú, sem þótti bara það loðið að það myndi ekki ganga sem já, gerði þetta líka rétt fyrir kostingar, Mhm. það fór eins og ekki í gegn, þannig að þú veist, það er bara margt sem að bara virkar ekki, en þau eru samt ennþá saman. Þannig að við erum í raunin að sjá einhvers konar bara áframhald Framsóknar og Sjálfstæðis sama gamla með einhverju nútíma tvist. Basically, ég menna að þú veist, bara ef við horfum á síðasta kjörtímabil, það var svo margt sem fór í gegn og líka bara eins og til dæmis þetta útlendingafrumvarp sem að þú veist, þrengir verulega að réttindum útlendinga og bara þeim sem að hinga að koma í neyð. Hafa þeir það ofgott nú þegar? Nei, bara enga veginn. Þú veist, þetta, jafnvel þó að VG sé eitthvað svona, það þarf þetta alltaf að fara í gegnum ríkisstjórnina. Þú veist, ríkisstjórnin þarf að samþykja frumvörpin sem eru lögð fram af ráðherrum. Þannig að VG er samþykkt þetta. VG er að samþykja allir þessu umræðlegu frumvörp sem er að koma fram. Já, og þá skiptir kannski litlu ef að Sjálfstæðisflokkurinn getur slengt fram hinum þessum ummælum. Katrín kemur svo seinna og segir nei, ekki alveg. Þetta er samt ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttir og þú veist, hún þarf alveg, sko, ég er ekki að segja hún þurfi að bera ábyrgð á orðum, þú veist, dómsmálaráðherra og hinum og þessum og eitthvað þannig, en ábyrgð hennar er mikil út af því hún fór í þetta stjórnarsamstarf. Hún vissi nákvæmlega hvað var að koma sér í, en það var hún í þessu samstarfi í fyrra, eða þú veist, á síðasta kjörtímabili. Þú veist, þegar að einhver sem að deilir ekki sömu hugmyndafræði og þú í einhverjum málefnum kemur fram með eitthvað sem er algjörlega andstætt stefnu flokksins sem að þú ert að vinna fyrir og fékkst umboð frá, þá verður að segja eitthvað. Og þú veist, ef hann gengur lengra þá þarf ekki bara að slíta þessu samstarfi, þetta er greinilega ekki að ganga. Já. Þetta er svo að einhverju leyti heyrir maður rosalega mikið að þetta sé flóknara, það eru fleiri hliðar. Við þurfum að hugsa stærri myndina til lengri tíma. Já. En ef maður fer bara með þetta út frá þessum mjög faglega ef maður fær þetta úr þessum mjög faglegu umbúðum og horfir bara á þetta eins og þetta þá finnst mér þetta bara afskaplega mannlegt. Já. Þetta er bara svo einfalt. Já. Þetta er bara þetta eru bara 3 flokkar sem að vilja vera í völdum vegna þess að þeir eru komin allir sammála nema kannski Framsókn að Sjálfstæðisflokkurinn segir sko ef við varum ekki meirihluti með VG þá væri VG meirihluti með sósíalistum eða Pírötum og Guð fór okkur frá því og VG er náttúrulega mjög opinskátt með að segja sko ef að við varum ekki meirihluti með Sjálfstæðisflokknum þá voru þeir meirihluta með miðflokk. Einmitt, eða flokki fólksins eða eitthvað. Og Guð fór okkur frá því. Einmitt. Hvernig hefur það annars? Ég er bara hress, sko, það er bara gaman. Ég er að sigla inn í törnarna, verkefni að skila törn í lögfræðinni og þetta er bara gaman. Mistir að prófi, ef við ætlum að deila persónum upplýsingum? Já, ég mista prófi. Varstu eitthvað slöpp? Já, mjög veik. Er allt í góð, þú veist, ok, svo er prófið í maí, það ekki? Jú, þú veist, sjúkra og endurtæktapróf verða í maí. Peppi í það? Ég er bara strax byrja að læra, sko. Geggjað. Ég er alveg að spyrja út í að mér finnst þessi vonleysisstaða sem maður fyllir svo mikils vonleysis. Já. Núna, þú veist, fyrst við erum í þessu lýðræði og ég á að hafa kosningarétt sem að gildir að einhverju marki. Já. Umdeilanlegt. Það er verið að deila það núna hjá MDE. Já, einmitt. En eins og til dæmis bara einmitt það, þú veist, kosningaréttu þinn og bara, þú veist, þitt atkvæði ætti að skipta máli, þú veist, við sáum þetta bara nákvæmlega í fyrra í síðustu alþingiskosningum, sósíalistar náðu ekki mannin á þing, bara út af því að þröskuldurinn er, þú veist, 5%. Já. Þetta er svona, þú veist, ef við tökum þetta með tilliti til, þú veist, bara með tilliti til íbúa og þeirra sem eru með, þú veist, kosningarétt, ég veit ekki, þú veist, mér líður eins og þessi alveg komin tími til þess að bara endurskoða, sko, kosningakerfi í heild sinni. Já. Bara er komin tími til þess að uppfæra þetta, er komin tími til þess að fækka kjördæmum eða bara, þú veist. Hafa eitt kjördæmi. Einmitt. Wow. Jöfnunarsætakerfið, þú veist, þurfum við eitthvað að endurskoða það.
þetta bara, þú veist, mér líður eins og við megum alveg byrja að pæla í þessu, sko. Hvernig svo umræða, núna hef ég tekið, núna hef ég hlustað á útvarpið, heyrði manneskju frá Sjálfstæðisflokknum tala að það væri mikilvægt að taka þessu umræðu kannski aftur kjördæmaskipunin og þá sérstaklega kannski að splitta þessu á einhvern hátt, ég man ekki nákvæmlega hver hátturinn var sem hún stakk upp á, en það myndi sem sagt sko vera svolítið gerrymanderað fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þeir myndu bara, ef þeir tala endurskipulagningu á kosninga umdæmum, kjördæmum segir maður, fyrirgæði, ef svo umræða verið tekin í því umhverfi sem við erum með núna, þar sem að ráðherrar eru svolítið valdamiklir, þar sem að það er erfitt að treysta niðurstöðum kosninga. Gætirðu treyst í að svo umræða myndi fara fram á hlutlaustan og upplýstan hátt? Nei, út af því að þú veist, flokkarnir Sjálfstæðisflokkurinn og Framsókn, þau hafa mikla hagsmuna að gæta af núverandi kosningakerfi og ég einmitt held að það gæti ekki farið fram eins og staðan núna bara einhver svona hlutlaus umræða nauðsyn þess að bara endurskoða kosningakerfi yfir höfuð. Þannig að þetta er leiðileg staða sem við erum í. En vonandi breytist það bara á næsta kjörtímabili ef að það tekur einhver nýr meiri hluti við og við erum þá tilbúin í þessi erfiðu samtöl. Hvað svo kannski núna erum við með smá tíma eftir, við erum með eina bónusspurningu og ég held að þessi sé kannski þá í ákvæðari mótunum. Hvað get ég gert núna? Hverju myndirðu fyrir hlustendur? Hvað geta þeir gert eitthvað núna til þess að reyna að hafa okkar áhrif? Geta þeir gert eitthvað núna til þess að sýna að þessu ósammála ríkisstjórninni? Geta þeir gert eitthvað til þess að læra meira stöðuna? Hvaða verkfæri höfum við til þess að byggja upp betra samfélag? Já, sko, nú get ég tala sem stjórnmálamanneskja, ég ætla að byrja þar bara, það er bara að skrá sig, annarkvort skrá sig í flokka, skrá sig, þú veist, í eitthvað grasrótarstarf, skilur, þar getur að haft beinustu áhrifin, þannig séð, bara í gegnum flokkstar og þú veist, þá ertu einmitt líka bara komin aðeins meira inn í bara umhverfið og byrjar að skilja þetta aðeins betur og unglingahreyfingar, það eru líka alltaf rosalega, það er líka alltaf rosalega mikilvægar, þú veist, út af því að sumar unglingahreyfingar ekki hræddar við að benda kjörnum fulltrúum á bara hei, ok, þú veist, við erum samt ekki sammála, þetta tónar ekki við hagsmuni ungs fólks, mér finnst það rosalega mikilvægt líka, en svo bara sem manneskja, þú veist, þegar ég var fyrst að byrja að taka þátt í stjórnmálaumræðinu eitthvað svoleiðis, þá var ég bara að reyna að fylgjast með umræðinni og ég var bara að reyna að taka þátt í umræðinni eins mikið og ég gat opinberlega bara, þú veist, á samfélagsmiðlum með því að mæta á mótmæli, með því að hlusta, þú lærir svo mikið að því að hlusta, sko, og bara, þú veist, láta í ykkur heyra út af því að ég held að það sé stærsta málið þegar að kemur að stjórnmálaþáttöku að það heyrist í þér og þú veist, að þér sé gefin plattform til þess að láta í þér heyra og mér líður sko eins og eina fólkið sem er að fara að bjarga landin okkar og bara heiminum basically er unga fólkið sem er einmitt að spretta upp í dag sem er byrjað að sýna mikinn áhuga á stjórnmálum út af því að sko vandamálin sem við erum að díla við núna í heiminum bara þú veist efnahagsvandamál loftslags bara loftslagshörmungar sem eru í leiðinni og þú veist húsnæðiskrísa og þú veist allt þetta hefur áhrif á okkar framtíð meðan núverandi ráðamenn þú veist í öllum löndum ekki bara hér á Íslandi er með meðalaldur á því þú veist 50 til 60 ára og þú veist þau eru bara að fara að deyja bráðarlega svona er bara gangur lífsins eins leiðilegt að það er að segja það. Ég vissi ekki eins og það var veikir sko bara já þetta er hörmulega þannig að þau, þú veist, þetta er ekkert að fara að hafa áhrif á þau í framtíðinni. Það er svona finnst mér eins og þú veist að þegar það kemur að svona stórum málum sem er að fara að affekta framtíðarkynslóðir þá ættu við að hafa ákvörðunarvaldið. Já. Heyrðu, meira af Lenny Rún, minna af Jóni Gunnarsinni, reynið að hafa hátt, það er ekkert að því að valda smá veseni. Ég elska vesen. Við elskum vesen, ég elska ykkur kæru hlustendur.
Ég elska það að nefndir að koma í þátt til mín. Já, bara takk fyrir að fá mig. Þetta var ógeðslega gaman. Já. Við gleymdum að tala um ASI og Dang. kommentið í silfrinu. Við gerum það kannski bara næst. Já, ég er bara alltaf til að koma aftur. Og fara þangað til takk kærlega fyrir mig og Lenju.